Leið og ég þakka samstarfi Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi og sveitarstjórnarfólk á liðnu ári vil ég minna á að við höfum þrátt fyrir allt tekist að þoka áfram mörgum framfaramálum. Það er ekki síst fyrir tilverknar og vinnu sveitarstjórnarmanna og það gleymist oft að þakka sveitarstjórnarfólki fyrir velunnin starf. Ég ætla ekki að fjölyrða þá sérstöku tíma sem við nú lifum. Fyrir framan okkur liggja alvarlegar afleiðingar af því að næstum 10% af landsframleiðslunni hefur horfið. Viðspyrna okkar til að ná aftur fyrir styrk ræðst af lengd þessa ástands og hvernig okkur tekst að verja þau verðmæti sem felast í frumkvæðiskrafti fólks og þeim verðmætu atvinnutækjum sem nú liggja í dvala. Allt kjördæmið má sjá afleiðingar. Þær eru mismiklar. Þó verður að segja að kreppan bítur misfast og endurspeglar kannski meira en annað að við höfum ekki risið eins hátt í ferðaþjónustu og til dæmis Suðurland á undanförnum árum. En hún bítur líka verulega þar sem tekist hefur að fjölga störfum og efla byggð innan okkar svæðis á grunni ferðaþjónustunnar. Ríkisstjórnin brást við þegar í vor með fjárfestingarátaki. Meginreglan í því var að leggja fjármuni til verkefna sem raunhæft og mögulegt var að ráða strax í. Helstu verkefni á því sviði voru á sviði fjárfestinga í innviðum. Helstu flokkar þeirra eru vegagerð, fjárfestingar í raforkukerfinu og aukinn kraftur í byggingu fjarskiptakerfa. Ríkisstjórnin fylgir því nú eftir í fjárlagafrumvarpi og fjármálaáætlun til 5 ára sem nú til meðferðar á Alþingi. Þannig nú samgönguáætlun sem var til meðferðar á Alþingi í vor og setti fleiri framkvæmdir inn í upphaflegu tillögu, nú loks full fjármagnaðar framkvæmdir samkvæmt samþykktri samgönguáætlun. Þetta er mikilvægt því þrátt fyrir að okkur finnist alltaf vanta meiri framkvæmdir og koma þeim framar í tíma, hefur tekist að koma þeim á dagskrá og það skiptir máli. Fyrsti áfangi Skógarstrandarvegur var í meðferð Alþingis fluttur á fyrsta tímabil samgönguáætlunar og hefur vegagerðin nú staðfest við mig að strax á næsta ári verði ráðist í framkvæmdir á þeim vegi fyrir 600 milljónir króna. En vegurinn hefur verið sérstakt áhersluatriði SSV. Annað áherslumál SSV hefur verið að ljúka gerð vegar Uxahryggi. Það er ólokið bygging á 20 km kafla. Ekki hefur náð samstæðum að flýta því verkefni meðferð Alþingis. Ég þarf ekki að rekja hér rökstuðning fyrir þeirri vegagerð. Ég hef í það minnst að leitast við að skapa undanfarna mánuði samstöðu með Sunnlendingum að láta sig þá vegagerð varða. Ég held að það sé mikilvægt að við myndum slíka samstöðu því eins og margar grundvallar samgönguframkvæmdir sem varða þennan landshluta eiga þær undir samvinnu við aðra landshluta. Það var til að mynda okkar barátta fyrir brekkun vegar Kjalarnes. Fyrri áfangi þeirra framkvæmda hefur nú verið boðin út og útboð seinni hlutar í undirbúningi. Þar kristaðist okkur það mikilvægi að eiga undirbúna framkvæmdir til að ráðast í ef tækifæri opnuðust. Dráttur og upphafi framkvæmda réðst fyrst og fremst að því að hönnun og undirbúningu var ekki á þeim stað sem æskilegt var. Þar blandaðist inn krafa vegna skipulagsþáttar og matferils. Ég er að segja að þrátt fyrir að þingmenn hafi náð markmiðum ykkar og koma framkvæmdin í fjármögnun, þá voru aðrir þættir sem töfðu málin. Önnur meiri háttar samgönguframkvæmdir varðar Vesturlandi Sundabraut. Sundabrautaverkefnið er á lista samgönguráðherra í verkefni í vegagerð sem ætlunin er að ráðast í á grundvelli í PPP-verkefna. Þá framkvæmd vil ég jafnframt segja höfuðborgarsáttmálinn sem afgreiddur var á Alþingi síðastliðið vor markaði tímamót í því verki. Hluti af þeim sáttmála er að borgin hefur nú það hlutverk að leysa skipulagsþátt Sundabrautar. Allt samkomulagið stofnun félags framgang höfuðborgarsáttmálans byggir á því að sveitarfélög á svæðinu leysi úr skipulagsmálum fyrir framkvæmdir. Verði það ekki gert er einfaldlega ekki framgang þessa merka samnings að ræða. Ég vil að lokum samgöngumálin segja og vekja sérstaklega athygli á að fjármagn til tengivega er aukið og til viðhaldsvega. Í fyrsta fjárauka ársins vegna aðgerða vegna COVID komu 400 milljónir til Ísland ljóstengt. Það gerir okkur raun kleift að ljúka á næsta ári því stóra verkefni. Það er ekki vafi í mínum huga að það verkefni mun til lengri tíma hafa einna mestu áhrif á allt atvinnu og mannlíf í landshlutanum til langs tíma, af þeim verkefnum sem unnin hafa verið seinni ár. Framlög til fjarskiptasjóðs á næsta ári duga vel til að fullnusta þá samninga sem gerðir voru vorið 2019 og gáfu fyrirheit og fyrirsjáleika endalok og uppbyggingu þessa dreifikerfis. Árið 2021 verðum 150 milljónir til annarra verkefna en Ísland ljósteitt hjá fjarskiptasjóði
sem ekki hefur verið mótuð sérstök ákvörðun hvernig ber að nýta en gefur okkur færi á að taka sérstaklega utan þá staði sem enn út af standa. Lög fjarskiptasjóð hafa endamörk og ekki liggur fyrir ákvörðun framlengingu þeirra eða frekari stefnumörkun á þessu sviði. Ísland ljóstengt verkefnið var í upphafi átaksverkefni til að vinna tengingum á 4.000 tengistöðum en endar í rúmlega 6.000 tengingum. Ríkisstjórnin leggur og upp með að fjármagna nýjan ljósleiðarastreng til útlanda sem byggir því grunn að meira öryggi fjarskipta sem grundvöllur fyrir byggingu á nýjum gagna- og vinnsluverum. Þannig munu möguleika til atvinnusköpunar á því sviði grundvallast á nýrri gerð gagnavera og vinnsluvera sem kallar á meiri atvinnu en nú þekkt í þeim geira. Fjarskiptasjóður hefur liðnu ári reynt að stuðla að sambærilegri sókn fyrir uppbyggingu fjarskipta á þéttbýlisstöðum. Ekki einfalt og sjálfgefið hvernig stjórnvöld geta hrint af stað fjárfestingarátaki í þeim efnum. Reglur fjarskiptamarkaðarins og umhverfi þar ákveðin þröskuldur en yfir alla þröskulda hægt að finna leiðir. Á vordögum til að mynda birti Póst- og fjarskiptastofnun til umsagnar álit sitt fjarskiptamarkað sem setti sterkan fókus á möguleika til uppbyggingar. Míla sem heldur á helstu tengingum við næstum alla þéttbýlisstaði landsins voru settar skorður. Gjald fyrir gagnaflutninga þar á meðal og hefur samkvæmt greiningum á markaði fjarskipta ákveðin fælingamátt ef svo má segja. Utanríkisráðherra skipaði starfshóp þann 25. ágúst síðastliðinn til þess að meta ýmsa þætti og möguleika á frekari nýtingu á NATO-streng sem liggur hringinn í kringum landið, reyndar í sama streng og gagnaflutningsstrengur Mílu. Í þeim streng eru 3 þræðir sem ekki hafa verið í notkun á vegum Mílu eða annarra fjarskiptafyrirtækja. 2 þeirra eru í þjónustu ratsjárstöðva, 1 þráður hefur að vísu verið í notkun hjá Vodafone samkvæmt 12 ára gömlu útboði. Utanríkisráðherra hefur tilkynnt Vodafone að samningur sá verði ekki endurnýjaður. Hann fól því nefndum starfshópi að fjalla útboð hans ásamt fleiri þáttum eins og öryggismál og þjóðréttarlegar skuldbindingar Íslands þeim tengdum. Ég leiði þennan starfshóp sem skipað meðal annars fulltrúum fjarskiptaráðuneytis. Við stefnum að skila okkar vinnu núna fyrir næstu mánaðamót. Þá ætlunin að skila einnig tillögum að útboði sem gætu leitt til niðurstöðu mitt næsta ár. Nú það síðan ákvörðun eiganda strengsins NATO og síðan utanríkisráðherra hvaða tillögur okkar hann ákveður að hlusta á og styðjast við. Starfshópurinn hefur meðal annars fundað með Póst- og fjarskiptastofnun áhrif af slíkum breytingum. Það sem við höfum áhuga á og teljum að geti skapa nýja stöðu á fjarskiptamarkaði með því að markaðsvæða megin flutningskerfi við hlið Mílu að forsendum fyrir þeirri afmörkun á verðlagningu sem hefur ríkjandi og skapað ákveðin takmörk við uppbyggingu þéttbýli verði rutt úr vegi. Þá uppbyggingu á markaðslegum forsendum og möguleikum sveitarfélaga til að búa til og hafa áhrif á útbreiðslu ljósleiðara. Fyrstu viðbrögð Póst- og fjarskiptastofnunar lofa góðu að uppbrot geti orðið á fjarskiptamarkaði. Tækifæri munu skapast í betri nýting á þegar byggðum kerfum og skapa forsendum fyrir því að framfæri forðaskipti á þegar byggðum ljósleiðarakerfum til sóknar fleiri tengingar fyrir lágmarks tilkostnað. Allt þetta frekar tæknilega orðað hjá mér en við ætlumst til að framkvæmdageta og vilji verði með allt öðrum hætti en nú Í þessa vinnu blandast svo umræðum 5G kerfisuppbyggingu. 5G gerir framar öðrum fjarskiptakerfum kröfum ljósleiðaratengingar. Í dag eru veikar forsendur fyrir uppbyggingu á 5G á landsbyggðinni því mikilvægt að vel takist til og við fáum slíka uppbyggingu land allt. Utanríkisráðherra fer með ákvörðunarvald í þessu máli. Að ræða mannvirki sem tilheyrir varnarmannvirkjum til borgaralegra nota og ekki sjálfgefið að náið samkomulag það. Meginmálið þetta, með þessari vinnu verið að leita leiða til að brjóta fram vilja til framkvæmda á markaðslegum forsendum. Skapa aðstæður til að regluverkið sé ekki hamlandi til uppbyggingar. Áfram mikilvægt að sveitarfélög haldi vöku sín og nýti samleið við allar mögulega jarðframkvæmdir og leiti til fjarskiptafyrirtækja að leggja strengi í opna skurði. Séu fyrst og fremst hvetjandi til framkvæmda. Ég verð að segja að það ekki í augsýn færi til verulegra beinna aðgerða frá ríki til stuðnings við slíka framkvæmdir. Gleymum heldur ekki að þröskuldur aðkomu fjarskiptasjóðs í dag við 500.000 krónur á hverja tengingu. En það má einnig hugsa sig aðra leiðir og aðra aðkomu en þekkt til dæmis stuðningur við meginstofnleiðir innan þéttbýlis frekar en dreifi kerfið sjálft. Af öðrum atriðum sem ég vil vekja athygli aðalfundar ykkar á baráttumálum 3 fasa rafmagn og jöfnun dreifikostnaðar rafmagns. Mýrarverkefnið sem svo nefnt lagningu 3 fasa rafmagns braut leið út úr frekar staðnaðri umræðu.
Verkefni varð að fyrirmynd að því átaki sem nú má merkja í fjármálaáætlun til næstu 5 ára og hefur því verkefni verið merktar 500 milljónir króna. Eftir nefndastarf sem ég leiddi fyrir iðnaðarráðherra fyrir atvinnuvegaráðherra Þórdísi Kolbrúnu var hægt að gera það að viðræðanlegu verkefni til að ljúka byggingu dreifikerfis rafmagns til ársins 2025 sem áður átti að ljúka 2036. Þar sem raunveruleg þörf er á slíkum tengingum, ég vona að þessi áform gangi eftir og tekið verði eftir því að þessi áfangi er innan seilingar. Ályktanir ykkar af öðrum meiði dreifikostnaðar raforku í dreifbýli er einnig að nást áfangar. Nú eru lagðir til verulegi fjármunir til jöfnunar á gjaldskrám þéttbýlis og dreifbýlis í fjárlagafrumvarpi. Við munum á óbreyttu ná að hækka framlagið úr 49% af þeim mun í dag í 85% strax næstu áramót. Að stíga skrefið til fulls þarf meiri fjármuni og reyndar skilning á því verkefni. Við sem berjumst fyrir þessu máli erum að slást bein framlög úr ríkissjóði vegna hækkunar og jöfnunargjaldi sem leggst og til hækkunar og jöfnunargjaldi sem leggst á alla venjulega raforku kaupendur. Það ríkir því miður ekki fullur skilningur á því að 12.000 notendur rafmagns eigi einir að bera upp í byggingu á víðfeðmasta dreifikerfi rafmagns á Íslandi. Þar skiptir máli hver rödd ykkar sveitarstjórnarmanna er. Að því sögðu blasa við mörg önnur verkefni á sviði raforkumála sem sannarlega eru mikilvæg fyrir atvinnulíf og mannlíf í landshlutanum. Kyndikostnaður eru víða hár sem mögulega mætti lækka með markvissum aðgerðum eins og miðlægum varmaskiptalausnum. Aðgengi að tryggri orku er ekki allstaðar, verðlagning á víkjandi orku og fleiri þættir sem vinna þar með. Orkusjóður hefur á undanförnum árum veitt styrki til aðgerða til að lækka kyndikostnaði í byggingu sveitarfélaga og er ástæða að vekja athygli á því hér. Af öðrum verkefnum sem hafa verið til umræðu ykkar vettvangi eru öryggi fjarskipta og nýr veruleiki sem blasir við eftir þá tæknibyltingu sem nú er orðin, en í óveðrinu síðastliðnu vetur kom fram veikleiki sem nú er unnið markvisst að því að vinna bug á með fyrst og fremst með fjárauka nú í vor og fjárlagafrumvarpinu fyrir næsta ár og markvissum aðgerðum á því sviði. En ágætu sveitarstjórnarmenn, stærsta efnahagslega óvissa dagsins er fyrirferð veiru sem hefur leikið okkur mjög grátt. Það brennur ekki síst á ykkur og sveitarfélögum ykkar, tekjufall sem með verulega auknum byrðum vegna atvinnuleysis, tekjufall sem hefur bein áhrif á jöfnunarsjóð og þar með á fjárhag sveitarfélaga. Ég held í dag ekki á neinum skilaboðum sem vigta þungt í þeim efnum. Samkomulag samband sveitarfélaga og ríkis fjármál og þar sem vikið er til hliðar stundum markmiðum skuldahlutfall og afkomumarkmið eru tæki til að takast á við þessa óvæntu kreppu. Uppbyggingi ferðaþjónustu og byggingu á áfangastöðum og fleiri verk undanfarin ára hafa ekki tapast en framtíð okkar byggir á hversu kröftu viðspyrnan verður. En okkar hlutverk er að grípa og stuðla að uppbyggjandi verkefnum, ráðstafanir eins og endurgreiðslu og virðisaukaskatti til sveitarfélaga skipta máli, framlög til fráveituframkvæmda og lengi mætti telja. Við höfum einnig önnur verkefni sem eiga að byggja undir atvinnusköpun og sókn og ég hef nefnt hér áður eins og lagningu og nýjum fjarskiptastreng til útlanda. Í fjáraukalögum í vor lagði Alþingi til 50 milljónir króna til þróunarfélags Grundartanga til að styðja við sókn á því verðmæta atvinnusvæði. Leið og ég þakka samstarf okkar þingmanna Norðvesturkjördæmis við sveitarstjórnarfólk á Vesturlandi sem samkvæmt öllum reglum er síðasta haust kjörtímabils okkar þingmanna verði að leyfa mér að lokum að fagna því að veglagningum Fróðárheiði er loks lokið. Enginn hefði haft áhuga enn einni kosningabaráttunni með það verk óklárað.